Kapteinn Sveinn Elías Jónsson. Svenni, knattspyrnu sumarið nálgast óðfluga þó að sjáist nú ekki á veðrinu í dag. Er spenningur kominn í kallinn? Já, það kom mikil spenningur mig. Alltaf spenningur mér á þessum tíma. Segðu mér nú, hvernig horfir þetta fyrir fyrirliðan? Hvernig hefur undirbúningunni í vetur gengið? Svona almennt bara. Undirbúningunni svona almennt hefur ágætt sko. Úrslitin í leikjunum hafa ekki verið spes. En fyrir mig persónulega har hann ekkert verið rosalega góð. Við erum meira svona meiddur heldur en ég kannski ætlaði. En það var ekki á stefnuskrá? Það var ekki á stefnuskránni. En svona þegar sumari kemur þá er maður alltaf klár og ég held að hópurinn sé bara allur að slípast saman og leggst mjög vel í mig. Nú eru talsverðar breytingar sem hafa voru á liðinu. Við erum að sjá ný andlit sem við höfum ekki séð hérna hjá okkur. Er það samt ekki jákvætt og góðir strákar sem við erum að fá? Jú, klárlega. Það er bara hluti leiksins og nýr þjálfari og ferskir vindar með honum og bara mjög jákvætt held ég. Það hafa allir gott af breytingum á og til og þannig að mér líst bara vel á þetta. Þetta er skemmtilegu kjarni sem við erum með og svona við erum með mjög reynslu mikinn kjarna sem hefur spilað mikið saman í töluverðan tíma og erum með mjög sterkt lið að mínum mati. Þannig að þú kannski lítur svo á að styrkleiki liðsins sé kannski meiri heldur en margir eru að spá okkur? Já og nei sko, því að þetta er bara rosalega jöfn deild og ég held að það sé bara þannig en klárlega held ég að við höfum eitthvað fram við rönnlið, ég viðurkenni það alveg. Já, og það er náttúrulega svo er þetta líka þannig að spárnar byggja kannski á því hvernig liðum gekk í Lengjubikarnum eins og gerist hjá okkur í fyrra. Allir voru voðalega bjartsýnir fyrir sumarið hjá okkur í fyrra af því að okkur gekk vel í Lengjubikarnum og svo við tökum hvernig sumarið fóru. Nákvæmlega, það er bara... Kannski ekki gott að rifja það upp? Jú, það er alltaf gott, það er fínt að minna menn aðeins á það, það er ekki sama farið aftur sko. En núna er sumarið að koma og við vonandi erum bara topp á réttum tíma í ár. En það hefur ekkert verið neitt vandamál að svona fá sko, nýja þjálfara sem er svona kannski allt öðru sig heldur en Palli Gísla. Náttúrulega Palli var búinn að vera svo lengi og voru þið ekki orðnir heimaríkir? Jú, vissulega. Nei, ég get ekki sagt að það sé vandamálin, eins og ég segja, bara koma nýjar áherslur og svoleiðis inn og kannski var það bara fínt skilur að fá bara ferska vinda og eins og ég segja, það var allir gott að breytingum á og til sko. Og þið svona öll þessi ljúmenni náttúrulega hefur bara látið að stjórna 1, 2 og 3? Það sjálfsögðu, bara eins og við höfum alltaf gert. Eins og ég sagði við Donna, þetta er náttúrulega við erum öll einn stór fjölskylda og þannig er best að allir standa saman. Það er nákvæmlega þannig. Ef allir standa saman í sumar þá er ég alveg klár því að við munum standa okkar ansi vel. Svenni, Þróttur í fyrsta leik, hvernig líst þér á það? Bara mjög vel sko, eins og ég segi, ég finnst það mjög jöfn deild og ég geri ekkert rosalega greinamun á milli leikja en nema bara, mér finnst bara að við getum farið í alla leikina og til að við hefum að geta unnið á alla og ef við gerum það þá verðum við glaðir í haust. Kannski eins og sagði við Donna, það væri einhver bilun ef menn færi ekki einmitt í alla leiki til þess að vinna? Já, þá eiga menn að fara að sinna einhverju öðru. En þið ætlar ekki að vera að sinna einu öðru, þú ætlar að sinna fótboltanum? Já, ég reyna að sinna ýmsu öðru en já, ég set hana í forgang hjá mér og það er alveg rétt. Svenni, ég ætla að segja við því alveg svo ég sagði við Donna, ég hlakka alveg fáránlega mikið til sumarsins, gangi ykkur vel. Þakka fyrir, gera það líka.